sem var slátrað fyrir okkur, sem leystir okkur, Drottinn minn. Við viljum þakka þér fyrir að þú ert okkar leiðtogi, þú ert okkar Drottinn. Og Drottinn minn og Guð, ég bið að þú snertir íslensku þjóðina og blessun megi koma frá þér, Drottinn, til þjóðarinnar. Og ég bið Drottinn minn og Guð að blessun megi ganga út frá þessari þjóð til þjóðana. Drottinn, ég bið að konungsríkið þitt ríki mætti víkka og tjaldtala hér á Íslandi. Ég bið Drottinn minn og Guð að mætti enginn vera ósnortinn, Drottinn, inn í Alþingi. Ríkisstjórn þessa lands, Drottinn, sérstaklega mætti vera að snerta þér, Drottinn. Og hefja hvern fund með bæn, að lögmál þitt, orð þitt mætti vera þar inn á borðið, Drottinn, og hátt upp hafið. Ég lyfti nafnin yfir Alþingi, ég lyfti nafnin yfir Ísland, ég lyfti nafnin yfir ríkisstjórnina. Og ég bið Drottinn minn og Guð að þú, Drottinn, megi snerta okkur með nafninu, því að nafnið þitt er eins og úthellt olía. Nafn þitt er eins og smurning sem lætur engan ósnortinn. Og ég bið Lambi Guðs að þú brjótinu vígi Satans hér yfir þessu landi. Það mætti vera brotið, Drottinn, halleluja. Svo ríkið þitt megi eflast og megi ganga út, Drottinn, halleluja. Ekki bara yfir Ísland, heldur til þjóðana, Lambi Guðs. Og ég gefði dýrðina í Jesú nafni, því ég lyfti nafnin yfir Ísland og ég leys út spurninguðina, Drottinn. Leys út spurninguð nafnsins yfir Ísland. Og ég bið Drottinn minn og Guð, þú brýtur múra, þú kemur í gegninu illa, Lambi Guðs, þú leysir bort úr fjötrum. Og ég þakka þér, Drottinn, þú endurreisir kirkjuna, Drottinn, halleluja. Eins og þú byrjaðir, þá myndu enda, Drottinn, í eldi og í krafti. Eins og á hvítasunnudag þá byrjaðir, Drottinn, með kirkjuna, en á endurinn mun vera meiri en byrjunin, í Jesú nafni. Amen. Faðir af náð og miskunn, við viðurkennum að við höfum syndgað og að heimurinn í greipum valdi syndarinnar. Hjörtu okkar eru hrygð af óréttlæti, hatri og ofbeldi. Við erum smánuð af undirokun, kynþáttafordómum og blóðsúthellingum í landi okkar. Við syrgjum glötuð mannslíf af völdum morða, styrjalda og hryðjuverka. Heimili okkar eru brotin og kirkjur okkar eru klofnar af uppreisn, hroka og stolti. Líf okkar eru spillt af eigingirni, græðgi, skurguðadýrkun og losta. Við höfum hryggt hjarta þitt og fært skömm á nafn þitt. Auðsýndu okkur miskunn meðan við iðrumst af öllu hjarta okkar. Guð miskunnarinnar, fyrirgefðu syndir okkar, hellt út náð þinni og græddu landið okkar. Fyrirgefðu syndir okkar, Drottinn, eins og Jesús kenndi okkur að biðja til þín. Fyrirgef oss vorar skuldir og vér og fyrirgefum vorar skuldunautum. Ég bið bara fyrir því að þú græðir landið okkar, Drottinn. Ég bið fyrir því að þú sameinir líkama Krist, Drottinn. Dráð okkur öll saman, Drottinn. Brjóttu niður alla múra sem að halda okkur í sundur, Drottinn. Ég bið bara fyrir því að allir líkami þinn megi koma saman sem einn, Drottinn. Svo höfuð þitt megi síðan niður og setjast ofan á líkamann, Drottinn. Í Jesú nafni. Amen. Þakka Drottni fyrir þennan yndislega dag. Bara þakka Drottni fyrir hvert og eitt ykkar sem eru hér í dag. Ekki alveg svo stór. Snerta við hjörtum ykkur núna þessari stundu af því að hann elskar ykkur svo mikið og ég bið þess bara að þið taki við því í hjarta ykkar í Jesú nafni. Andi hins lifandi Guðs, án þín getum við ekkert gert. Umbreyttu kirkju þinni í mynd Jesú Krists. Leystu vald þitt úr læðingi til að lækna þá sjúku, frelsa hina undirokuðu og hugga þá sem syrgja.
Hleyptu kærleika þínum inn í hjört okkar og fylltu okkur af miskunn til að svara kalli þeirra heimilislausu og hungruðu. Viltu umvefja munaðarleysingjana, ekkjurnar og þá öldruðu umhyggju þinni. Gefðu okkur visku og vísdóm og innsýn inn í þau flóknu vandamál sem við stöndum frammi fyrir í dag. Hjálpað okkur til þess að nota auðlindi jarðar öllum til heilla. Í Jóhannes stendur: ég mun biðja föðurinn og hann mun gefa þér annan hjálpara sem verður hjá yður að eilífu, anda sannleikans. Heimurinn getur ekki tekið á móti honum því hann sér hann ekki né þekkir. Þér þekkið hann því hann er hjá yður og verður í yður. Ekki mun ég skilja yður eftir munaðarlaus. Ég kem til yðar. Og það segir líka í Rómverjabréfinu: eins hjálpar andinn okkur í veikleik okkar. Við vitum ekki hvers veigum að biðja eins og ber, en sjálfur andinn biður fyrir okkur með andvörpum sem engum orðum verður að komið. En hann sem hjörtun rannsakar veit hver hyggja andans að hann biður fyrir heilugum samkvæmt Guðs vilja. Við vitum að þeim sem Guð elskar samverkar allt í góðs, þeim sem hann hefur kallað samkvæmt ákvörðun sinni. Já, himneski Faðir, þú elskar okkur og þess vegna erum við hér í dag. Við erum börnin þín og það eru forréttindi að fá að þekkja þig. Og þú gefur okkur hjálparan sem er heilagur andi til að samverka allt í góðs, allt það fagra og fullkomna sem að þú vilt búa innra í hjörtum okkar. Og viltu gefa það að kærleikurinn að megi flæða til fólks sem þekkir ekki þig, sem er umkomulaust og er að leita. Hjálpa okkur að eiga þennan kraft og eiga þennan styrk og stíga fram í trú. Hjálpa okkur að vera sýnileg fyrir þig í kærleikanum til annars fólks. Ég biði, elsku Faðir, allt það sem ég las upp, að þú snerti við þessu bænarefni og fullkomnir það, Drottinn minn. Og ég legg þetta allt í þínar hendur, hvern og einn, Drottinn minn. Í Jesú nafni. Amen. Og bless ykkur. Fræðimenn koma með konu stefna að horfa á mig, leta hana
standa meðal þeirra og sögðu við hann: Meistari, konan þessi var staðin að verki þar sem hún var að drykkja og. Móse bauð oss í lögmálinni að gríta slíkar konur. Hvað segir þú nú? Þetta sögðu þeir til að reyna hann, svo þeir hefðu eitthvað að ákæra hann fyrir. En Jesús laug niður og skrifaði með fingrum á jörðina. Og þegar þeir héldu áfram að spyrja hann, rétti hann sig upp og sagði við þá: Sjáið hann sem syndlaus kasti fyrstu steini á hana. Og aftur laut hann niður og skrifaði á jörðinni. Þegar þeir heyrðu þetta fór þeir burt, eitt af öllum, öldingarnir fyrstir. Jesús var eitt eftir og konan stóð í sömu sporum. Hann rétti sig upp og sagði við hana: Kona, hvað fastar þeim? Sakfellt enginn þig? En hún sagði: Enginn, herra. Jesús mælti: Ég sakfellti þig ekki, heldur far þú og syndi ekki framar. Og ég ætla að lesa á textanum sem ég fékk og ég reyndi að hafa byrjað samlag milli þeirra. Drottinn Jesús Kristus, vegna þess að þú varst dáinn en ertu núna upprisinn og Faðirinn hefur gefið þér nafn öllum nöfnum æðra, mun þú gjörsigra öll öfli hins illa. Rifðu niður vígi og hugmyndafræði sem andstæð þekkingar Guðs. Fjarlægðu blæju myrkurs sem hýr og fólkið. Hindraðu illskunni sem eftir ofbeldi og dauða. Veittu frelsi undan illum öndum kúuna. Brjúktu ídögsfræðunar, harkstjórnar og sjúkdóma. Fylgdu okkur hugrekki og kjarki til að predika orð þitt óttalaust og til að byggja trúfastlega fyrir hinum dyndur. Almáttugi Guð, frelsar okkur frá illu. Guð, Faðir á himnum, við byggjum þig að við megum helga nafnið þitt. Við byggjum þig að við megum gera vilja þig. Við byggjum þig að þú vilt fyrirgefa okkur skuldir. Við byggjum þig að við getum fyrirgefa öðrum. Við byggjum þig að hjálpa okkur að falla ekki í freistingu. Við byggjum þig að halda okkur langt frá öllu illu. Við byggjum þig að ríki þitt megi koma á jörðu, svo að himinin verða hér á meðal okkar. Í dag, sem við spurðum áður, viljum við byggja sérstaklega að þú, Faðir á himnum, vilji gefa okkur heilagan anda. Við trúum því að hann er hjá okkur að eilífu. Guð, Faðir á himnum, við trúum því hvað Jesús hefur lofað okkur. Ef við elskum þig, munum við elskað verða af þér á himnum og þú mun byrta okkur sjálfan þér. Guð, Faðir okkar, við viljum lofa þér að við viljum halda út á þitt, að elska hver annan. Guð, himneskur Faðir, við byggjum þig að hjálpa okkur að við getum elskað þig í öllum náungum okkar, í öllum vinum, í öllum óvinum, í fólkinum sem gerir rönd í augum okkar, í hvítu eða svörtu fólki, í öllum sem frá öðrum trúarbrögðum, í öllum sem trúa ekki í þér. Og viltu hjálpa okkur þegar við verðum veik, að við samþykkjum þá þín vilja. Góða Guð, viltu gefa okkur nánd
til að lífa eftir lífinni þínu, svo að blæja myrkurs verða tekið frá okkur. Að við megum lífa á jörðu, svo sem þú hefur lífað á jörðu. Þú gafst okkur fyrirmynd hvernig við verðum að lífa. Verður þá viðstaddur í okkur öllum ef við gerum þinn vilja. Að predikinn okkar megi vera lífið þitt í okkur, hér á jörðu. Amen. Og ég ætla að lesa okkur þess hérna. Konungur dýrðarinnar, kom þú að ljúktu verkefnin í borgunum okkar, fólkinu og þjóðunum. Við hefðum braust okkar á svo trúum frá Asíu og Afríku, frá Mið-Austurlöndum og Evrópu, frá Norður- og Suður-Ameríku og frá Ástralíu og Kyrrahafseyju á sama hópi við. Hefðum þið ykkar og þið hin, ljúkist upp fornu dyr, svo að dýr konungsins megi koma inn. Þegar verkið vaxur alla jörðina og þegar blessun þín breiðist út til allra þjóða, þar munu leita til þín og spyrja, hver þessi konungur dýrðarinnar? Sama sem erum við, hann drottinn almáttugur, blessaður sé sá sem kemur í nafni drottins. Kom þú og fylltu jörðina með þinni dýrð eins og vötnin hylja hafið, andum og brúðurinn segja, Amen, kom þú drottinn Jesús. Getum við satt saman, Jesús, þú konungur dýrðarinnar. Takk Jesús. Ég ætla að lesa nokkur vers úr Jóhannesarguðspjalli og Póstalarsögunni. Heilar andi mun sanna heiminu hvað syndin réttlæti og dómur. Syndin að þeir trúðu ekki á mig. Réttlætið að ég bið til föðursins og þeir sjá mig ekki lengur. Og dómurinn að höfðingjar þessa heims dæmdur. Enn hef ég margt að segja en þið get ekki borið það nú. En þegar andinn kemur, andi sannleikans, mun hann leiða þér í alla sannleika. Hann mun ekki mæla sjálfum sér, heldur mun hann tala það sem hann heyrir og kunngjara yfir það sem koma á. Hann mun gera mig blíðlegan því að mínu mun hann taka og kunngjara yfir. Allt sem farinn á mig, því sagði ég að hann tæka mínu og kunngjara yfir. Þá umvarurinn hvítasunnudagur voru allir saman komnir. Var þá skyndilega gírað himni eins og aðtengdar sterkviðis og fyllt af húsið þar sem þeir voru. Þeir birtust tungur eins og eldi væri þeir bístust og settust á hvern og einn þeirra. Þeir birtust allir heila manna og tók að tala öðrum tungum eins og andi gaf þeim að mæla. Við skulum biðja saman. Himmelski Faðir, Faðir dýrðarinnar, við komum saman í einingu núna út allan heim, á þessum degi, á hvítasunnudag. Við komum fram fyrir því í lotningu og í tilbeiðslu og við segjum saman, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki. Við þökkum þeim fyrir kærleika þinn og allt það sem þú hefur gefið okkur í Jesú Kristi. Þakka fyrir það að þú sendir þig son þinn Jesú Kristi í þennan heim til þess að deyja fyrir syndir okkar og þannig auðsindir þú þinn kærleika til okkar. Takk fyrir það, heilagi Faðir. Þú vilt að allir verður og hóknir og komast til þekkingar á þér. Þú vilt að allir verður og hóknir og komast til þekkingar á sannleikanum. Drottinn, ég bið þessi dag að þú leiðir okkur til eyðunnar og að þú gefur okkur bænir og líknaranda. Úthendur bænir og líknaranda yfir þessa þjóð. Úthendur bænir og líknaranda yfir þjóðir heimsins. Leitt okkur til eyðunnar, Drottinn. Ég þakka þér fyrir það að þú heyrir bænir okkar. Þú heyrir bænir okkar langt fram yfir það sem við biðjum og skiljum og hugsum. Takk fyrir það, heilagi Faðir. Takk fyrir það að þú heyrir það bænir sem bænar í Jesú nafni. Samkvæmt eðli Guðdómsins, samkvæmt eðli orðsins. Ég bið þig að starfa á meðal okkar hér í dag og ég bið að starfa á meðal þjóðar á Drottinn. Ég bið að útdela þínum heila anda yfir allt hólf. Ég bið að tala til okkar fyrir þinn heila anda. Ég bið að gefa okkur sýnir og drauma, Drottinn. Og ég þakka þér fyrir að þú hefur þegar gert þetta, Drottinn Guð, en ég bið að auka við enn meira, Drottinn Guð, þannig að fleiri með, Drottinn Guð, kosti þekkingar á þér. Að þín dýrð og þinn heilaleikin megi verða hlutskipti fleiri, Drottinn.
Þú ert að hrista og skekja allt sem hægt að hrista og skekja. Í von dýrafrelsis Guðs barna. Öll jörðin hefur fæðingar þegar allt þessa. Þú ert að hreinsa til þess að geta komið endurist. Takk fyrir það Heilagi Faðir. Takk fyrir það að þú ert að starfa til þess að stunda Drottinn. Þú vilt endurist alla hluti áður þú kemur aftur. Takk fyrir það Heilagi Faðir. Og ég bið að láta litla heilags anda blása jörðina Drottinn. Láta þína heilags anda vita blása úr höfuðandanum og fjórum. Og sérstaklega á þeim stöðum þar sem náttúruhamfarir eru Drottinn. Og ég bið þess að þú starfir með sækir afstíðs. Ég bið þess að þú sannfærir syndir eftir þetta dóm. Og ég bið þess að þú opinberir fyrir öllum þeim mögum hver þú og láta dýr þín að koma yfir alla jörð. Verði þín vilji á jörðu sem að himni. Í Jesú nafni. Amen. Kæru vinir, það komið að lokum. Mér langar til þess að fá að þakka ykkur innilega fyrir. Það ekki einfalt að koma saman frá mismunandi kirkjudeildum og kirkjum til þess að lofa Guð og biðja. En ég veit ekki hvort þið vitið það að frá því í júlí 2008 að þá kallaði kaupsýslumaður saman presta og forstöðumenn til þess að biðja fyrir landinu og í október það sama ár þá kom þetta blessaða hrun sem við þekkjum of vel en bænastundir hafa verið síðan í júlí. Og það eru sem sagt flestar kirkjudeildir sem að fulltrúa sína þar. Og mér langar til þess að bjóða ykkur öllum sem að hafa verið hér í kvöld að biðja að koma og vera með. Þetta í hátteginu á miðvikudögum í Friðrikskatedrálu. Þar hittist fólk til þess að biðja fyrir landi og þjóð og hefur gert það alveg hreint síðan sem sagt sumarið 2008 og þetta gríðarlega mikilvægt sem við erum að upplifa bæði hér í kvöld og í landinu okkar. Það er ekki hægt að segja neitt annað heldur en það að kirkjurnar sameinast og það nú einfaldlega þannig að það sem bindur okkur bænin. Það svo merkilegt að söngvarnir geta verið mismunandi, lofgjörnin og tilbeiðslan ólík, en það bænin og það orð sem að sameina okkur. Og það mikilvægara heldur en allt. Við höfum sama Guð, sama Krist og sama Anda. Þannig að við skulum halda áfram að biðja fyrir landi og þjóð og lofa Guð fyrir það sem hann mun gera. Við þurfum að biðja þess að þjóðin okkar sinnmælist, að við fáum nýtt hjarta og við veitum það vel að það eru margir sem hafa verið heiðarlegir en það eru kannski bara fáeinir sem hafa verið óheiðarlegir og leitt þetta allt saman yfir okkur en Guð stór og við munum sjá góða tíma en það mikilvægast af öllu að hjörtu okkar verði hrein og heil og heilstift í Guði. Amen. Nú bjóð ykkur að ganga hérna inn í sagnarækjunni. Það ungt fólk úr Krungjá sem ætla að selja köku. Ég held að sé að fara að kynna sér kristniboð í Afríku fyrir ábóðan, þannig að við erum alls boðin og beðin að koma og álega það að hendi vakna. Gjörðu svo vel, ég langar til að aðeins að eiga við orð. Þetta í
annað skipti sem þessi alþjóðlegi bænadagur haldinn. Hvernig byrjaði þetta? Það svona hótt að kenna sko. Jæja, segðu mér. Það byrjaði þannig að einstaklingar voru í bænagöngu hérna fyrir okkur morgun og ennþá. Og í framhaldi af bænagöngu fyrra vor, þá spurði ykkur skemmtilegt að kristni menn gerði gert eitthvað meira til að fara með bænagöngu og sömudaginn fyrsta. Og þá var þessum sem að sé þetta á netinu. Vístu hann að þetta eitthvað verið í gangi og leyndir á mæk og síðu, en svona ofurverða hafði þetta ekki fyrir í gangi. Og þetta sem sagt þetta var sett í gang svona undirbúningsbók í fyrra að gera þetta og svo voru að leita á stað og þá var þannig að ég alltaf að fara í lækjum og þannig að það var einhverjum veginum og stundina þar. Ég var að sér að að vikstra á þessu, hvernig þetta svona veginn. Þannig að þetta líka Gunnar að þakka? Já, smá bjók. Ég reyndar að það hérna úti í þessum þetta haldi úti að halda þetta svona á svona sem hlutið sem staði. En þetta byrjun hjá okkur og ég vona bara að framtíðverð svo að við getum bara halda á hún eitthvað sem að getur einu skiltið einhverstað annar stað. Við þakkum okkur svona fyrir þetta. Já, við bjóðum ykkur að koma aftur næsta ára og við skulum vera fleiri. Já. Kirkjan svo hlutlaus hérna hjá okkur. Heyrðu, takk fyrir innilega fyrir þessi kvöld, gjörðu svo vel. Ég heiti María Ágústsdóttir og þjóna í Þjóðkirkjunni og hef notið þess undanfarin ára að fá að vera þátttakandi í samkirkjulegum störfum. Og þakka ykkur fyrir að koma hér í dag til þess að eiga þessa köllun með okkur. Og við sjáum fyrir okkur að breiða út mikinn bænaherinn Ísland. Við ætlum að syngja saman úr okkar sameiginlega arfi, söngva sem að við ættum flest og öll að þekkja. Og það er Sigur Ringimarsson frá Hjálpræðishernum ásamt góðu fólki með honum. Og við ætlum að áður en að lengra haldið að leggja stundina í Guðs hendur og síðan syngjum við saman. Já, þakka þér Drottinn fyrir það að þú kallar okkur til þín. Þakka þér fyrir það að þú ert faðir okkar og þú vakir yfir okkur. Þakka þér fyrir son þinn Jesú Krist sem frelsað okkar og endurlausnar. Þakka þér fyrir heilagan anda sem að endurnýjar allt í okkur, Drottinn. Leyfir okkur að finna nálægð þína. Við byggjum þig að vera hér í þínum heilaga anda á þessari bænastund í dag á 17. júní. Og megir vera hér leyfa okkur að finna það að þú ert að störfum í kirkjunni þinni, hvaða nöfnum sem kirkjurnar kunna heita, að þá erum við einn líkan í þér og þú ert að starfa í kirkjunni þinni til að breiða út boðskapinn fögnuð og frið og sáttargjörð. Að hjálpa okkur Guð hverju einn að vera vottar fyrir þig að bera þér vitni í líf okkar og starfi, vera heil og sönn í öllu því sem við gerum. Viltu blessa okkur þessa stund í helgidómi þínum og viltu blessa okkur hvert og eitt. Líka þegar við göngum hérna út að við mættum fá að bera eld af þínum eldi, að fá að flytja nálægð þína út til þjóðarinnar okkar. Við þakkum þeim fyrir það að þú ert hér hjá okkur. Í Jesú nafni. Amen. Father.
Fyrra bréfi heilags Páls postular til Tímóteusar. Fyrst af öllu áminni ég að bera fram ákall, bænir, fyrirbænir og þakkargjörðir fyrir öllum mönnum, fyrir konungum og öllum þeim sem hátt eru settir, til þess að ég fáum lifað friðsamlegu og rólegu lífi í allri Guðs fræðslu og siðprýði. Þetta gott og þóknanlegt fyrir frelsara vorum Guði, sem vill að allir menn verði holdnir og komist til þekkingar á sannleikanum. Orð Drottins. Nú ætlum við að taka undir með Steinunni Huldu Theódórsdóttur frá Aðventkirkjunni í bæn fyrir íslensku þjóðinni, fyrir ráðamönnum og fyrir atvinnulífinu. Við skulum vera með í andanum í bæninni. Skulum út á höfn. Kæri Faðir á himnum, við komum fram til þig og lofum þig á þessum hátíðardegi í húsi þínu og þökkum þér fyrir allar þínar blessanir. Allt það sem þú hefur fært okkur, þjóðinu okkar, á liðnum árum og öldum. Við biðjum þig nú að leiða þjóðinu okkar, að fólkið okkar allt mætti leita til þín, taka við þér og frelsinu í þér. Við biðjum fyrir Alþingi, fyrir forseta Íslands og öllum ráðamönnum þjóðarinnar. Gefðu þeim visku, Faðir, til að taka réttar og farsælar ákvarðanir fyrir þjóðin okkar. Gefðu að ráðamennirnir taki við leiðsögn þinni og aftur þínu. Við biðjum einnig fyrir atvinnulífinu í landinu okkar, að það mætti eflast og dafna og að viska þín megi einnig koma þar inn. Og þar megi ríkja heiðarleiki og sanngirni og við mættum fá að sjá margt jákvætt gerast og að þú mættir vera það mitt á meðal. Við biðjum vilja þinn, Guð, en ekki okkar, biðjum anda þinn og leiðsögn í Jesú nafni. Amen. You
Safari sem frá Úkraínu og hér fyrir rússnesku orthodoxu kirkjuna, hann þarf að lesa bæði á rússnesku og úkraínsku. Fáum að heyra Guðs orð á þeim fallegu tungumálum. Og svo ætlar Guðrún Halla Benjamínsdóttir frá óháðssöfnuðinum að leyfa okkur að heyra orðið á íslensku. Þetta eru orð til Ísraels þjóðarinnar, eins og allt Gamla testamentið snýst heilaga þjóð Guðs, en við meðum taka þessi fyrirheit til okkar og nú skulum við heyra hvað Guð hefur að segja inn í samhengi þjóðarinnar okkar. Gjörðu þið svo vel. Они будут моим народом, а я буду им Богом, и дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись меня во всех дни жизни, ко благу своему и благу детей своих после них, и заключу с ними вечный завет, по которому я не отвращусь от них, чтобы благотворить им, и страх мой вложу в сердца их, чтобы не отступали от меня, и буду радоваться о них, благотворя им, и насажду их на земле сей твердо от всего сердца моего и от всей души моей. И унымені стануть народом, а я буду їм Богом, і дам їм серце одне та дорогу одну, щоб боялись мене по всі дні на добро собі і синам їхнім по них. І складу з ними вічного заповіта, що не відвернуся від них, щоб їм не чинити свого добра. І дам їм у серце свій страх, щоб не відступали від мене, і буду я тішитися ними, щоб чинити їм добро, і їх посаджу на землі цій у правді, усім своїм серцем та всією душею своєю. Амен. Þá skulu þeir vera mín þjóð og ég skal vera þeirra Guð. Og ég vil gefa þeim eitt hjarta og eina breytni, svo þeir óttist mig alla daga, þeim sjálfum til heilla og sonum þeirra eftir þá. Og ég vil gjöra við þá eilífan sáttmála, að ég vil aldrei snúa frá þeim með velgjörðum mínar og ég vil leggja ótta fyrir mér í hjörtu þeirra, til þess að þeir víki ekki frá mér. Og það skal verða unun mín að gjöra vel við þá, og ég mun gróðursetja þá í þessu landi í trúfesti af öllu hjarta og allir sálu. Amen. Þá ætlum við að taka undir með hann Ragnari Skraf frá Íslensku Kristkirkjunni í bæn fyrir fjölskyldunum í landinu, ungu kynslóðinu og líka þeim sem minnst neyða sig. Biðjum. Kæri Faðir, við biðjum fyrir ungu kynslóð þessa lands. Við biðjum þig að vernda börnin og ungmennin fyrir öllu því sem tærir þau í burtu frá þér og leiðir yfir þau ógæfu. Vilt þú, Drottinn, blessa og efla sérhvern þann einstakling, samtök, félag og kirkju sem boðar æsku þessa lands fagnaðarerindin um Jesú Krist og leggur þannig grunn að hamingju þeirra og þjóðarinnar allrar. Blessaðu alla þá sem koma að uppeldi og menntun barnanna okkar og gefðu þeim visku til að kenna þeim það sem rétt er. Við biðjum í þessu sambandi einnig fyrir þeim sem vilja halda orði þínu og trúni frá börnunum okkar og vilja leiða þau inn í guðumanna lífverði. Vilt þú fylla hjörtu þessara einstaklinga af kærleika þínum og leyfa þeim að upplifa nýtt og hamingjuríkt líf með þér. Vertu sérstaklega með þeim börnum sem eru þjökuð af áhyggjum. Við biðjum þess að þú mætir þeim og losir þau við áhyggjurnar. Gefðu þeim áhyggjulausa æsku svo þau fái notið þess að vera börn
í stað þess að líða sárar kvalir og fara á mis við góð æsku ár. Við biðjum fyrir fjölskyldur og heimilum landsins. Vilt þú styrkja fjölskyldur og binda þær saman í kærleika og friði þínum. Útheltu anda fyrirgefningar yfir þau heimili þar sem ósætti og reiði ríkja og blessunum inn í fjármál, húsnæðismál, heilsu og aðra þætti sem hafa áhrif á samhengni og hamingju hverrar fjölskyldu. Gerðu umfram allt, kæri Faðir, að fjölskyldur þessa lands mættu leita til þín og þiggja á þinni hendi þær miklu blessanir sem þú þráir að gefa þeim. Svo biðjum fyrir þeim sem minnst mega sín hér á þessu landi, sjúkum, öryrkjum, einmana, fátækum og öðrum þeim sem samfélagið hefur gleymt eða sinnir ekki nægilega. Vilt þú mæta þeim og hugga, en ekki síður, minna okkur, kirkju þína, á þessa einstaklinga og hvernig við, fyllt anda þínum, getum mætt þeim og linað þjáningar þeirra, þínu nafni til dýrðar. Þess biðjum við á þessum þjóðhátíðardegi í Jesú heilaga nafni. Amen. Og nú ætlum við að syngja þess með börnunum. Ég heilsa ykkur í Jesú nafni. Þetta einmitt þessi frægu vers bænaversin í 7. kaflanum í Mattheusi frá versi 7 og til og með 12 og sem hljóðar svo í Jesú nafni. Biðjið og yður mun gefast.
Leitið og þér munuð finna. Knýið á og fyrir yður með upplokkið verða. Því að hver sá öðlast sem biður, sá finnur sem leitar og fyrir þeim sem áknýr mun upplokkið verða. Eða hver sá maður meðaliðar sem gefur barni sínu stein það biður brauð? Eða höggorm þegar það biður fisk? Fyrst þér sem eru vond hafi vit á að gefa börnum yðar góðar gjafir, þeir miklu fremur mun þá faðir yðar á himnum gefa þeim góðar gjafir sem biðja hann. Allt sem þér viljið að aðrir menn geri ykkur, það skulu þér og þeim gera. Því að þetta lögmálið og spámennir. Amen. Bænina og það góða grunn sem við hvílum á, það ást Guðs til okkar. Og við ætlum að biðja núna fyrir Kristínu kirkju, fyrir einingu hennar og friði í heiminum. Og við ætlum að taka undir með honum Helga Guðnasyni úr Fíladelfíu. Þetta var Högni Valsson úr Veginu sem las. Gleymd að segja hvaðan hann kemur, en við tökum undir með honum Helga einingu kirkjunnar. Já, heilagi himnesku Faðir, Drottinn minn, þakka þér bara fyrir að þú má koma saman í dag í húsi þínu, systkini Drottinn minn úr ólíkum kirkjudeildum til að lofa þig, til að tigna þig og til að minna okkur að það, Drottinn minn, að við erum eitt í þér. Og Drottinn, við lofum þig, því að þér einum heyrir kirkjan til. Drottinn, þú ert okkar Drottinn, þú ert okkar Guð, saman þú við séum ólík og saman þú við komum úr ólíkum áttum, þá höfum við sama Drottinn og við höfum sama frelsa. Og ég þakka þér fyrir það Faðir sem þú ert að gera á Íslandi í dag. Þakka þér fyrir vaxandi einingu með kristni manna. Þakka þér fyrir bróður kærleika, þakka þér fyrir samstöðu, Drottinn minn, og þakka þér fyrir það yndislega verk sem þú ert að vinna. Og Drottinn minn, ég bið þig í dag fyrir vaxandi og meiri einingu með kristni manna. Drottinn minn, hjálpa okkur að einblína það sem eru aðalatriði, að vera sammála það sem eru hornsteinar sannleikans, að vera sammála það sem grundvöllur fagnaðarerindisins og vera svo umburðarlynd, Drottinn minn, í öllu því sem ekki kjarn, að vera þá umburðarlynd við hvert annað, Drottinn. Og Faðir minn, ég bara bið þig fyrir öllum kristnum kirkjum á Íslandi. Drottinn minn, ég bið þessi ávallt nóga verkamenn. Þú segir í orðið þínu að biðja Herra uppskrifunar að hann sendi verkamenn. Og Drottinn minn, við biðjum í dag, viltu gefa þessi alltaf nægir verkamenn í öllum kirkjum á landinu, Drottinn minn. Faðir minn, ég bið nú varðveitra alla þá sem leiða, varðveitra þá sem eru í þjónustu, Drottinn minn, varðveitra þá frá synd, varðveitra þá frá freistingu, Drottinn minn og Guð, og varðveitra þá frá öllu illu, Drottinn minn. Og Faðir minn, ég bið þig að þú græðir öll sár sem kunna að vera milli ólíkar kirkjudeilda, Drottinn minn. Ef eitthvað hefur komið upp í fortíðinni, Drottinn, ef eru gamlar erfur einhver stað, Drottinn minn, viltu gefa lækningu þína inn í kirkju þína, Drottinn minn. Og við tökum undir með orðum þínum Jesús, þegar þú biður að við öll mættum verða eitt, eins og þú og Faðirinn eru eitt, að mættum við kristni menn fá að vera eitt í þér. Og mættum við standa saman orð sannleikans. Mættum við standa saman við boðun fagnaðarerindis, Drottinn minn. Gefðu einingu og gefðu lækningu, Faðir minn, í Jesú blessaða nafni. Og Drottinn minn, og svo biðjum við fyrir heiminu sem við búum í. Drottinn minn, viltu gefa það að við kristni menn mættum vera verkamenn þínir í því, Drottinn minn, að stuðla að friði í heiminu. Ég biðji, Drottinn minn, þar sem eru ófriðar öldur, þar sem eru stríð, Drottinn, og hörmungar. Faðir, viltu gefa náð þín, viltu gefa þinn frið. Og Drottinn minn, viltu gefa kirkja þín þar, megi vera þinn málsvari, Drottinn minn. Megi boða orð fagnaðarerindis, Drottinn minn, orð vonarinnar. Og gefðu það, Drottinn minn og Guð, að við fáum að sjá frið í þessum heimi. Og ég þakka fyrir vonina sem við eigum að einn dæmi kemur friður, þegar þú friðar höfðingi myndir ríkja á þessari jörð. Ég lofa þér í hver þú ert og við þökkum þér, Drottinn minn, og við biðjum áframhaldandi einingu kristinna manna á Íslandi. Í Jesú nafni. Bænastundinni barst sérstök beiðni frá einum fulltrúum og stjórnlagaráði. Við lyftum stjórnlagaráði upp til Guðs og við vitum að það ýmsar breytingar þar sem að varða bæði kirkjur og íslensku þjóðina. Og ég ætla að biðja hann sér að Kjartan Jónsson, sem nú svona leiðtoginn okkar í Freyriskapellu samfélaginu, að leiða okkur í bæn fyrir stjórnlagaráði og síðan sameinumst við í bæn Jesú. Hann flytur okkur blessun frá Guði. Komið í sæl. Ég langar að taka undir það sem hún sagði var í upphafi að samfélagið í Freyriskapellu það hefur verið mjög gefandi og
það besta samkirkjulega starf sem ég hef tekið þátt í. Og það yndislegt að á meðal okkar hefur vaxið fram þessi löngun til þess að á Íslandi verði til þétt bænanet, bænahóp af allt land. Og við bara hvetjum ykkur til að taka þátt í þessu starf okkar og við eigum sameiginlegan draum að eftir 2 ár þá munum við halda hátíð hér í Reykjavík sem við kallum Kristsdag. Og það er svona hugmyndin að það verði bænadagur og dagur lofgjörðar. En við skulum biðja. Já, Drottinn, við þökkum fyrir 17. júní og fyrir allar minningarnar sem að tengjast honum. Þökkum fyrir frelsið sem við eigum í þessu landi, fyrir friðinn. Þökkum fyrir að hér er gott að búa og þökkum fyrir allar blessun sem þú hefur veitt. Við biðjum að þú viljir blessa þjóðin okkar og við biðjum að hún megi varðveita þann arf sem hún hefur fengið frá þér. Og nú biðjum við alveg á sérstakann hátt fyrir þeim stofnunum þjóðfélagsins sem að fást framtíðina og leggja grunn að henni. Við erum núna fyrir stjórnlagaráði sem að fara gegnum stjórnarskrána og endurskoða hana. Og við byggjum við á sérstakann hátt það að kristin gildi verði áfram lögð til grundvallar íslensku þjóðfélagi. Og byggjum að ekkert komi í veg fyrir það. Og byggjum það fyrir þjóðin okkar, við byggjum það fyrir Reykjavíkurborg og fyrir öll sveitafélög á Íslandi. Og svo felum við allar bænir aðrar sem við berum í brjósti í bæninni sem Jesús kenndi okkur og segjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himnum. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í Kristi, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Við skulum standa á fætur og meðtaka blessun Drottins. Drottinn blessi þig og varðveiti þig, Drottinn láti sína ásjón að lýsa yfir þig og sé þig náð. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þig sinn frið. Í Jesú nafni. Amen. Auf den kristne krossberg, korsmen bären vi, fram i stillestället, i hans skugga.